Já, velkomin á Frelsi TV. Því miður eru spá mínar að rætast. Það sem að var reyndar nokkuð fyrir séð er að gerast. NATO, OTAN, þeir kalla sig NATO OTAN. Og þú ert hluthafi í því glæpafélagi. Ef þú ert Íslendingur, þá ertu hluthafi í því glæpaapparati. NATO þýðir varnarbandalag, OTAN þýðir árásarbandalag. Þannig að þú ert aðili að stríðsglæpum hér og nú. Og þar með talið ég, nema náttúrulega ég búinn að krefjast þess í mörg ár að við segjum okkur úr þessum stríðsglæpasamtökum og ég ítreka það hér á aftur og enn að ég segi mig úr þessu glæpaapparati og lýsi frá mér allri ábyrgð sem að þetta drullu bandalag mun gera og að gera. Þeir eru að sprengja saklausa borgara upp í tætlur í Belgíu og í Frakklandi. Þeir eru að skjóta niður flugvélar Rússa og hérna sita þessir helvítis hálfvitar saman í hring og plana næstu stríðsglæpi. Hér er merkið, píramidin frá Egyptalandi. Hér stendur NATO-OTAN. Þeir eru að segja þér, við þykjumst vera varnarbandalag, en við erum árásarbandalag í þínu nafni. Hér er íslenski fáninn og ég mælist til þess að við Íslendingar segjum okkur umsvifalaust úr þessu glæpabandalagi. Þessi fáni hér verði tekið niður af þessum egg og að við fordæmum öll verk þessara fábjána. Þessi leiksýning í París og þið getur bara fylgst með fréttunum og líka þvælan og vitleysan sem er búin að vera í gangi. Og hérna byrja náttúrulega lygarnar alveg leið, sko. Og þetta var fyrir séð, sko, að þetta myndi gerast. Rússar eru búin að vera að tala lengi við NATO að samhæfa flugin, þannig að svona atburður myndi ekki gerast. Og haldið að þessi fábána hér hafi verið til í það? Nei. Ekki til í það, sko. Og hérna ferðalangar beðnir að vera varbergi. Bandaríkjamenn eru bara að loka niður öllum ferðalögum í kringum sig. Og hérna við sjáum hérna erlenda fréttir. Sjáuð ekki þróunina í þessu? Ert þú bara hreinlega til í það að skella þér í 3. heimsstyrjöldina? Vilt þú það? Eru Íslendingar almennt búin að samþykkja það að fara í heimsstyrjöld? Þetta mun allt backfæra á þá sem að byrja þessa glæpi. Lífið heldur áfram í Belgíu. Ég birti vídeó á Facebook-vefnum mínu í morgun þar sem að þessir morðingjar sprengdu stúlku í loftupin í herbyggi sem var búin að biðjast vægðar og var í sjálfum sér engin ógn við einn eða neinn. Nei, þeir sprengdu hann í tætlur. Af hverju? Af því þetta eru glæpamenn. Haldið þið að þetta sé eitthvað eðlilegt? Haldið þið að þetta sé út að gríla og leppalúða eða? Þetta eru bara norna veiðar. Þeir eru ekki búin að leggja fram neinar sannanir. Þeir eru bara vaðandi hús úr hús og drepandi fólk.
Og svo hérna PSYOP að vera með kattamyndir til þess að fólk sé ekki að birta myndir af lögregluaðgerðum í Belgíu. Eruð þið bara fávitar? Sjáið þið ekki hvað er að gerast hérna? Sjáið þið hérna? Og hver er í Brussel aftur? Hver á heima í Brussel? Munið þið það? Þessir hérna fávitar. Þetta eru fávitarnir sem að þetta er í Brussel, hérna. Í Brussel. Fundurinn mun fara fram í Brussel. Þetta er ástandið í Brussel. Einu hryðjuverkamennir sem í gangi þessi gaurar hérna. Þetta eru hryðjuverkamenn og stríðsglæpamenn. Þetta lið hérna. Þeir eru að vinna núna undir OTAN-merkinu og ég fordæmi öll verk þessara glæpamanna. Og ef að þú ert hermaður eða lögreglumaður og styður þetta, þá ertu glæpamaður. Þá ertu glæpamanneskja og ég hef ekkert samneyti við þig. Og ef þú ert að horfa hérna á rásina, drullaðir í burtu. Ef þú ert ekki að spá í að skipta hugafarið þitt. Og þessir gaurar munu mjög fljótlega ráðast á sínar eigin þjóðir. Og hérna og þetta er gert í okkar nafni, eða þess var í mínu nafni, ég er búinn að segja mig frá þessu. Og hérna það væntanlega gerir enginn neitt með þetta. Þetta bara einhvern veginn svona mallast inn í stríð, bara já. Þú veist, Frakkar og Evrópubúar og Bandaríkjamenn og Tyrkir, þeir hafa engan grunn fyrir því að vera að þvælast yfir til Sýrlands. Rússar voru beðnir af Sýrlendingum að verja land sitt. Það er lögmæt beiðni. Og það er meira að segja lögmætt alveg ofan í grunnrótina. Ef að ykkur ræðst á mig, þá hef ég rétt til að verja mig. Og ég hef rétt til þess að afhenda það að verja mig get ég afhent fleirum til þess að hjálpa mér að verjast. Hins vegar, ef ég ræðst á ykkur, þá er það ólögmætt. Og ég get ekki fengið fleiri í lið með mér til þess að ráðast með ólögmætum hætti gegn einhverjum öðrum. Það breytir ekkert þótt að séu fleiri. Það hefur enga breytingar. Og að styðja OTAN í dag er stríðsglæpur. Af því að þeir hafa engin réttindi, hvorki frá náttúrunni eða neins staðar frá, til þess að gera þessar aðgerðir sem eru í. Þeir eru glæpamenn. Þeir eru ofbeldismenn og árásamenn. Og þú með þegjandi heimskuðinni ert að samþykkja það. Ef þú gerir ekkert, þá ertu bara þegjandi að samþykkja þessa stríðsglæpi. Og núna sjáið þið atburðina, leikritið í París kannski svolítið öðru ljósi, cui bono, hver hagnast. Þetta er allt dæmið. Það er verið að blekkja NATO-löndin í stríð. Það er málið. Og það er okkar eigin fávitar eða fulltrúar sem eru að því. Íslenska utanríkisráðuneytið er að vinna í því að starta stríði. Áttaðu á því. Þeir eru ekki að vinna gegn þessu, þeir eru að vinna með þessu. Og ef að þú ætlar að sitja undir því, þá ertu samsekur eða sek þeim glæp. Og Rússar hafa ekki ráðist á neinn. 0.
nada, bara ekkert. Þeir hafa ekki ráðist á neitt, þeir hafa verið í vörn allan tímann. Og núna má ég búast við holskefluga lygaáróðri og vitleysu frá þessum fábjánum í NATO, OTAN. Í raun ekki rétt að kalla það OTAN, í raun það fölsun að kalla það NATO í þessum kringumstæðum. Í þessum kringumstæðum eru þeir OTAN. OTAN eru hryðjuverkasamtök sem að fremja stríðsglæpi. OTAN eru hryðjuverkasamtök. OTAN hryðjuverkasamtök. Náður þessu. OTAN eru hryðjuverkasamtök og stríðsglæpabandalag. NATO hefur lögmætt vægi. NATO hefur rétt á sér. OTAN glæpastarfsemi. Þetta flókið, áttum á því, og það ekki tilviljun að þetta flækt svona. Glæpamenn hafa mjög gaman að flækja hlutina. Og þeir geta ekki skipt svona hatt. Það verið að blekkja þig af því að þú svo heimskur. Eða svo heimsk, þú sérð ekki í gegnum þetta. Það heimska. Og og þið eftir að sjá allar íslensku fjölmiðlarnar dansa þennan dans alveg fram af bjargbrúninni beina leið til helvítis. Hey, ef þú vilt fara til helvítis, góða ferð. Ég ætla ekki að fara með þér. Ég hef ekki áhuga á þeirri ferð, sko. Og þið verða áttökur á því að OTAN eru hryðjuverkasamtök. Þeir. Sjáu þið í fréttinni sem ég var að vísa í. Og fyrirgefið vísir, ég ekkert að leggja ykkur neitt sérstaklega fyrir, það bara svo þægilegu fjölmiðlinn ykkar og þið endurspeglið ágætlega þetta sem ég að gagnrýna. Þetta ekki sérstaklega ráðist gegn ykkur, en þið eru bara ágætu fjölmiðl, sko. Og líkar að mörgu leyti vel við vísir og náttúrulega félaga mín á Harmageddon, mér líkar mjög vel við þá félaga. Og en þeir eru í þessum marseringum. Sko, alltaf talað NATO. Þetta í fyrsta sögunni sem NATO hefur skotið niður rússneska herþotu. Þetta ekkert NATO. Þetta OTAN. Af hverju segir hann ekki OTAN? Þetta bara hálf fréttin. Það stendur það á myndinni OTAN, en fréttamaðurinn gerir ekkert grein fyrir hvað þetta OTAN. Ég búinn að segja það táknar árásarbandalag. Jú, 5. grein NATO segir þetta, en það hefur ekkert með OTAN að gera. Það bara allt annað, það engin sáttmáli við OTAN. OTAN bara eitthvað sjálfstætt fyrirtæki sem bara stundar stríðsglæpi. Allt saman hárrétt, OTAN, allt saman rétt. En þetta ekkert, ég segi NATO, séu alls það NATO. Þetta allt saman hárrétt. Rússar voru ekkert að ráðast á NATO. Það OTAN sem að ráðast á Rússland. Það verið að blekkja ykkur. Aftur og enn. Og það fer enginn í stríð nema þrælblektur. Það held ég að flestir vita. Og það var nú einmitt alveg snilldar grein á stundinni. Og ég vil þakka þeim blaðamanni alveg sérstaklega, eða pislahöfundi. Þar sem hann talar Göring og það sem hann var að segja. Hann var að segja að svona bóndinn á sléttunni, hann myndi nú lítið hagnast á stríði, þannig að hann kæmi jafn fátækur úr stríðinu að fór í það og jafnvel missandi
missandi líkamslimi og kæmi stór skaður tilbaka en hins vegar eru það stjórnvöld eða sem sagt elitumafíurnar sem græða á stríði og ég vil hrósa Braga Páli Sigurðssyni fyrir þessa grein. Hann alveg spot on, þessi drengur, þar sem að hann vitnar í og ég fagna því að hann sé kominn borð með Frelsi TV, það veitir nú ekki að fleirum til þess að forða okkur frá helvíti, að stutt viðtal, hvort sem að það satt eða ekki, það skiptir engu máli, þessi hugsun alveg rétt á sér, að sjálfsög, segir Göring, að sjálfsög vill fólk ekki stríð, akkur ætti eitthvað bóndagreið að vilja hætta lífi sín í stríði þegar besta mögulega niðurstaða fyrir hann að hugsanlega komist hann aftur á bóndabæinni heilu lagi. Almenningur vill náttúrulega ekki stríð, hvorki í Rússlandi, á Englandi eða ef úti það farið í Þýskalandi, það alveg þetta mál. En þegar allt kemur til alls, þá eru það leiðtogar landana sem ákveða stefnumótun og það einfalt mál að draga almenning með sér á asnaeyrunum, bæti ég inn í hvort sem það í lýðræði eða fasisma eða með ríkisstjórn eða kommúnísku einræði. Skiptir engu máli hvað stjórnarfar þú getur alltaf dregið fávitana í stríð. Gilbert, þessi sálfræðingur sem var að tala með sálfræðings, já, ok. Gilbert segir, það samt einu munurinn, í lýðræði hefur fólk eitthvað málin að segja með því að kjósa fulltrúa og í Bandaríkjunum getur aðeins þingið lýst yfir stríði, sem náttúrulega ekki satt að því að Obama gerir þetta bara sóló í dag. Eða NATO sér þetta, þingin ekkert lengur að skipta sér af þessu. Það hefur ekkert verið neinn atkvæðagreiðsla á Íslandi hvort að við ætlum að skjóta niður rússneska flugvélar. Ég man ekki þeirra atkvæðagreiðslu. Og þannig að þetta allt sem bara lygi og blekkingar eins og ég hef margoft sagt og komið frá Frelsi TV aftur og aftur og aftur. Já, það allt gott og blessa, segir Göring. En hvort sem fólk hefur rödd eða ekki, þá alltaf hægt að fá almenning til að hlýða leiðtogum sínum. Það einfalt. Þú þarft bara að segja þeim að það sé verið að ráðast á þau og mála friða sinna upp sem föðurlandssvikara eða hryðjuverkamenn eða geðveika, svo verið að segja mig. Og að þeir séu að stefna landinu í hættu. Þetta virkar eins í öllum löndum. Já, það var rétt hjá Göring að fólk allstaðar sömu hálfvitanir. Þú svona dæmi hina alþjóðlega fábjána. Og heldur að þjóðfélagsverkfræðingarnir hjá OTAN hryðjuverkasamtökum kunni ekki að spila á heimskuðina? Heldur það ekki? Já, einmitt. Ef að Ísland segir sig ekki úr OTAN umsvifalaust, þá lýsi ég íslensku valdstjórnina yfir sem stríðsglæpafólk. Og það búið að vara ykkur við. Við vitum að þið eruð að fremja glæpi hér og nú. Ef ekki farið innan 15 mínútna, eða bara strax á þessari stundu, ef ekki farið í það að vinna eða senda bréf og gera stöf til þess að segja sig úr stríðsglæpasamtökunum OTAN, þá íslenska valdstjórnin sem náttúrulega glæpasamtökin, það skiptir engu máli, þá eru einstaklingar í valdstjórninni ábyrgir fyrir stríðsglæpum, hver einn og einasta af ykkur, öll þið. Og og ég fagnaði gríðarlega svona einstaklingar eins og Bragi Páll Sigurðsson sé að vakna. Ég get ekki lýst í hvað þessi greinans bræddi hjarta mitt. Ég búin að vera svona svolítið í eyðimörkinni að hrópa og vara við og lifa á engisbrettum og allt það og nú fólk loksins að átta sig á því hvað ég búin að vera að segja og hvað ég búin að vera að vara við. Og ég mæli með því að við Íslendingar segjum okkur samstundis
úr stríðsglæpasamtökunum OTAN. Takk fyrir komin á Frelsi TV og farið með friði. Takk, bless.